Matthæus guðspjall fyrsta kafla Það er hérna og í versi 18. Matthæus guðspjall 1, það var. Já. Og einhver sem vil byrja að lesa, býður sér fram. Ég skal. Já. Frá 18 til alveg bara... Það er náttúrulega til að velja stóma. Já, við erum bara rétt að byrja. Já. Ok, fæðing Jesú. Fæðing Jesú Kristi varð á þennan hátt. María, móðir hans, var föstnuð Jósef. Þess að trúlofuð honum. Og á þessum tíma þá var það bara svolítið alvarlegt. Eða þú veist, maður ætla að hætta við það að þú ert að skilnaður. Já, það var ekki bara svona léttvæg ákvörðun. Í þessu samfélagi. Já, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilögum anda. Jósef, festamaður hennar, sem var valmenni. Valmenni. Það er svona velmenni. Mín þín segir Grandvar. Já, mín líka. Já, það er með 2007, já. En það þýðir bara að hann var réttlátur og hann vildi fylgja lögmálinu og hann var vandaður maður sem vildi gera allt rétt. Já, róskandi getur bara að verða enska við mig, það var alltaf bara ensku. Trúir þú ensku? Ég trú ensku. Já. Það er svo veitir ég, við keyptum í gegn biblíur inn í bókakaffinu í Njarðvík, 81 þýðingar. Já, það er ennþá til. Það er það til það. Í Ármálunum, bókakaffi. Það sem ég fíla við 2007 útgáfan er bara á kápan komið, þess þessi svo... Hörð. Já, þessina tók ég þessi og textan er... Ok, held að frá. Mér finnst þessi texti betri. Já, ég er sammála, þessi texti betri, en kápan er ekki stefn. Þú vildir útlitið og ég vil innan. Já. Ok, þetta var hann. Ok, hann var valmenni. Jósef vildi ekki gera henni opinberra minnkun, svona þessi skömm sem að fylgdi þessu, að vera ófrísk og ekki gift. Hann vildi ekki gera henni opinberra minnkun og hugðist skilja við hana í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér en þá viðbregðast honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttast þú ekki að taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með er af heilögum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því hann mun frelsa líf sinn frá syndum hans. Ekki bara stoppa hana? Já. Mér finnst mjög algengt þegar englar koma að fólk verði svona hægt og bregðast við í ótta. En þarna segir engillinn við Jósef: óttast þú ekki að taka að þér heitkonu þína. Og mörgum þýðingum þá er þetta eiginkonu þína, eða þú veist, your wife, segja þess að New King James og fleiri þýðingar. Sem var náttúrulega undirstrika líka að þau voru náttúrulega gefin saman. Þau voru, það var alveg svakalegur prósess að fara að ganga í hjónaband. Báðar í fjölskyldurnar voru búin að hittast og búið til hennar sáttmála og rauninni það eina sem var eftir, það var náttúrulega bara líka að helga hjónabandið á ákveðinn hátt. Giftingin sjálf, þú var trúlofuð ekki, eða stóð því? Það var svo. Já, og í trúlofunni svaf fólk ekki saman. Það var ekki fyrir eftir giftinguna sem fólk gift. Þannig að hún var allt í einu ólétt. Þannig að þið voru ekki búin að gera það? Þannig að hún var ennþá hrein megin. Og það er svolítið atriði í þessu. Og ég get alveg sett mig í svona spor hans allt í einu bara, er ég svona trúlofaður einhverjir ungri snór, hvernig hún kannski verið 14 ára gömul og þú veist, öll ættin veit af þessu og allir eru að fagna, þau eru að fara að kænast og giftast og vera hjón og hún er hluti fjölskyldunnar okkar og svona. Svo allt í einu bara komið með einhverja bumbu og ég bara svona býtum við. Og það er líka af því að hann var grandvar maður, þá vildi hann gera það sem var rétt út frá lögmáli Móse og þú veist, hann vildi ekki fara að eiga konu sem var eignast búin að vera með öðrum manni og þú veist, það var ekki rétt samkvæmt orði Guðs og hann var í mjög svona mikilli klemmu. Og ég held líka að það segir: óttastu ekki að taka að þér Maríu, út af því að það fylgdi því bara heilmikið vesen, þú veist, skömm og fjölskyldurnar myndi ekkert endilega samþykkja það að hann var að fara að eignast einhverja konu sem var bara ólíkt eftir einhvern annan og þetta var bara hneisa og útskúfun sem að hann var að horfa fram á, Þannig að hann hefur verið hræddur af allt annara og bara... Og þau bæði voru verið vegna þess að hún hefði verið útskúfuð að hún átt barninu lausaleg, Já, þannig að hún var bara búin að vera,
En þarna í þessu, þú veist, var það fólk, þú veist, að bara potið að halda hún hefði haldið framhjá með ykkur, eða skilur mér, en hún gerir það náttúrulega ekki. Ég segi það, leit hann út fyrir öllu. Já, ég meina, hvað fólk að halda, þú veist það? Já. Þetta er það sem að þeir sem að trú ekki á Jesú eða annað, fólk segir oft, já, hún bara svaf hjá hans að láta hann okkur vita og bara búið til saga. Þetta er bara stærsta skam veraldarinnar. Já. Og líka mest fyrir því að haft að hylja yfir þetta, sko. Þú veist, ef hún hefði ekki verið að hylja yfir þetta með að gera þessa bók, það hafði þetta gleymst, sko. Það hefði verið betra. Það var engin mun eftir henni. En allavega, já, við komum aðeins sérna, sérstaklega í Lúkasarguðspjalli, hversu miklar afleiðingar það hafði, sko. Af því að Þessi fyrirleikur þá, eða þú veist. já, hún hafði verið ólétt. Kemur fram í Lúkasarguðspjalli í jólaguðspjallinu, þar sem að þau eru farið til skrásningar í heimabæinn þeirra, og þá fá þau ekki inn í húsnæði hjá, þú veist, líklega sér fjölskyldunni. Af því að fjölskyldan hefði bara hafnað þeim, henni var bara útgýst. Þau eru bara að láta vera bara í stíginni og... Já, bara síðan slatt. Og það var ekki það, þú veist, að þetta var, sko, samfélagi var þekkt fyrir að vera gestrisni og fólk bara, þú veist, tróðst bara inn í, þú veist, ef það var eitthvað gisti. Já, en þarna þá bara nei. Já, þú veist, ég, sko, segjum svo að það var ekki neitt pláss. Það hefði, þú veist, verið eðlilegt og ólegt að konan ætti að vera það sem að fólki var. En þetta var, sýnir okkur það, þetta var bara svona höfnun sem að lenti í og, þú veist, þetta var mikil skömm og það var svona hneisa. Og mikil standard, þannig. Já, það var ekki gott, sko. Þannig að þau lenti í svona þannig, sko. Það er hægt að fram. Já, þetta var hann. 22. Já. Allt þetta var til þess að rætast skildi þar sem drottinn lét spámanninn boða. Sjá, yngismær mun þungu verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel. Og það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði gerði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi henni ekki þegar hún hafði alið son sinn, stundaði ekki kynlíf með henni þegar hann var búin að eiga barnið. Og hann gaf honum nafnið Jesús. Þetta er alveg tvennt sem datt allt í einu hug. Já. Kannski var engillinn sem kom til Jósef bara bænasvara. Kannski var Jósef bara, Guð, hún er ólétt, þetta var ekki ég, hvað á ég að gera? Já. Og bara kom engillinn svo, hei, takk hana bara að þér og þú veist, hún er eignast son og hann láta hann heita Jesú og það var svona, kannski bara bænasvara hjá honum líka. Já. Og en það er líka skemmtilegt að hann talar um hann sem Immanuel, af því að það stendur ekki í spádómunum að hann muni heita Jesús, en þarna eru líka svona orð og nöfn, þú veist, nöfn segja til hver þú ert, þau segja til hvað þú gerir. Og þú veist, Immanuel þýðir í rauninni Guð með oss og þú veist, Jesús Kristi var náttúrulega Guð og maður, þannig að hann var Guð að meðal okkar. Þannig að þetta lýsir svona... Þannig að Immanuel er alveg merkilegt nafn í rauninni. Já, það er í rauninni að segja hver hann er. Já. Þótt hann hét Jesú, og samt, þú veist, þetta var hann. Hann er Guð að meðal okkar. Guð að meðal okkar, já. Já. Það var ekki merkilegt. Og svo er líka annað sem að kom til mig núna, sætlulega sætt. Það að Hver er bókin mín? Nei, sorry, hún er út í bíl. Ég þarf hana hér mikið, þannig að ég fyrir að segja hana. Er það hitt að... Nei, Ok. hann er hérna eins og Ólfur að lagða á einhvern veginn. Já, það má það hægt. Já, komum við. Já. Hvað er myndar? Hæ? Já, ég sá hann ekki. Það er hérna frí yfirsýn fyrir því sem úr þetta. Já, gjör svo. Það er beint vinnunni. Ok, en... Þessi útsending er sponsorinn. Þessi útsending er sponsorinn af íslensku múrverktökum. Já. Já, en það sem að segir fyrir, að því vorum að tala að þetta var svo, þau voru gefin hvort öðru. Hún var heitkona hans og það var ænskurður bara fýtt sem wife, þannig að þau voru í rauninni hjón. Þannig að það er alveg nóg til þess að Jesús, hann fæddist ekki sem bastardur. Það er nefnilega ákveðin lög í Gamla testamentinu ákveðna bölvun sem fylgir svona bastardskrökkum og eitthvað svoleiðis. Þannig að með því að hann fæddist inn í hjónabandinu þá, þú veist, fylgdi þið samt ennþá öllum reglunum, sko. Já. Þannig að þetta var ótrúlega merkilegt. Það er ekki ljósið. Jú. Það er ekki veist, það er fullt áður. Ok, bara svona
Ná, ég kannski bara að lesa næst, eða? Já, ég get það. Er allt fullt sagt þetta? Ekki betra. Ég held að það sé bara. Já. Það er ljós. Það er bara glósubókin mín, ef ég þarf að skrifa. Já. Það finnst að glósa. Við mælum líka með því allir sem að horfa á myndbandið glósi, sko. En ég snurða því að maður fyrir að gleyma. Hvað er Það er líka hægt að halda þig gegn okkur, sko. Þú sagði það, ég skrifa það ekki þetta. Maður segir það ekki fyrst. Það er raugast hérna, skrifa það niður. Af því að hann getur kann þetta döðuna, þá gæti hann kannski bara tekið við núna og lesið, sko. Já. Ég skal geyma Bara þetta helst á það. Ég kann ekki annan og þriðja kafla en ég kann 5. og 7. Ok, annar kafli þá lesum við hann bara. Jó. Hver á að lesa ég, eða? Já. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýi fæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnuna hans að renna upp og erum við komnir að veita honum lotningu. Hvað er þessu mikið? Þetta er alveg hellingur hér, sko. Já. Það var snöggt maður. Já. Gerðu þetta óhratt? Nei, það var mjög skýrt og gott, sko. Kemur fram að hann fæddur í Betlehem, það kemur útskiptað eftir. Og það komu vitringar frá Austurlöndum og svona í jólaguðspjallinu hafa þetta alltaf einhverjir svona kallar mjög skrýtnir og koma svona engin veitur hverju þeir eru. Og mér fannst svolítið athyglisvert að skoða þetta, hvaða lönd eru fyrir austan Ísrael, til dæmis Babylon. Og þar voru margir vitringar og spásarmenn og töframenn og alls konar. Já. Var ekki einhver öðru sem stóð hirðar? Hvernig tengist Ísrael? Já, það var í Lúkasvík, þá fór enginn og sagði hirðuna þá, sko. Já. Maður spyrir einu, hvernig tengist Ísrael þessu? Af því ég var ekki búinn að heyra neitt Ísrael, þess að ég bara svona pæla. Já, að þetta gerist allt í Ísrael, sko. Ok. Þannig að allt, þetta er allt saman gyðingar. Ísrael þýðir Ísrael. Ísrael. Það er svona svona í fyrsta versinu. Þú skrifaði þetta niður? Þegar Jesú var fæddur í Betlehem í Júdeu, Betlehem er alltaf höfuðborg. Já. Eða ekki höfuðborg? Nei. Nei. Ok, Það var Júdea, er þannig. Þetta gerist allt í Ísrael? Já. Já, Ísrael er alltaf þú veist land og svo er það var skipt í tvennt. Betlehem er bara eins og Garðabær, Júdea er Kópavogur. Já. Það gerist allt í Ísrael? Já, hvað Já, var það? það er Norðuríkið Ísrael og svo Júda, það voru alltaf tvískipt búndsríki Já, það var eftir meira Salomon religious konungs. þar. Já. Og er Jerúsalem svona eins og Reykjavík. Samt ekki að móka Jerúsalem. Jerusalem, Betlehem. Já, þetta er náttúrulega Byggðar borg, Jerúsalem er höfuðborg, en Betlehem var einu sinni, það var borg Davíðs á sín tíma og það var hérna spádómurinn sem við lesum eftir, Ég er glæðist á sem að sýnir að Ég skil þetta svona að skrifa, ég spyr kannski svolítið mikið. Já, það er bara fínt að spyrja. En allavega þá, sko, 600 fyrir Krist, þá var Daniel ásamt fleiri gyðingum herleiddur til Babylon og þar, sem sagt, er alveg megnu bók, góð Daniels bók, ég held að þetta bara ekkert að lesa hana, þar er talað vitringa líka og Daniel var sem sagt yfirmaður allra vitringana þar og Daniel var hebrei og Ísraelsmaður, þekkti vitringana mjög vel, kenndi þeim væntanlega eitthvað og það tók allir mark á honum og þú veist, tilbáðu hans Guð. Daniel? Já, sem var alltaf Guð Ísraels og þessi sami Guð og talaði með Biblíunni og eftir að, sem sagt, Kýruskonungur leiði þessu fólk að fara tilbaka, það fór ekkert allt fólkið tilbaka. Það voru ennþá gyðingabyggðir í þessum landi, alveg bara margar aldir eftir það. Gyðingar voru náttúrulega dreifðir á einhverju leyti, sko. Þannig að ein hugmyndin er að þessir vitringar frá Austurlöndum hafa bara verið gyðingar frá Babylon. Þeir voru alveg mjög atkvæðamiklir og Talmúd sem komið þaðan þess að frá Babylon. Það er komið frá útlegðinni, já. Þannig að það er ekkert ólíklegt að þeir hafi verið að fylgjast með spádómunum og þetta hafi bara verið gyðingar sem að, hei, hann er kominn, skilur. Já, sem Það minnir sem að Daniel kennir um. Talmúd hafa orðið til 439 árum fyrir Krist Já. í útlegðinni Babylon. En það kemur fram í, ég sagði það ekki, tímabilið eða eitthvað sem voru í útlegðinni. Já. Það mærið. En allavega þá er ekkert ólíklegt að það hafi verið gyðingar. Það getur líka hafa verið heiðnir kuklarar, en sem hafa þá tekið við einhvers konar upplýsingum frá Daniel, sem er ekkert ólíklegt. Þetta hafi blandast eitthvað saman þarna. Og þess vegna vissi þér hver konungur gyðinga var. Og þegar Heródes heyrði þetta, þá var hann mjög hræddur út af því að hann hefur vantilega vitað það. Vissir þið ekki úr hverja hann var út af Englandi sögðu að þið var?
Er það ekki Róbert? Jú, Róbert. Já. Já. Og ok. Og þeir eru bara veitum við okkur. En ef ég maður rétt þá eru vitringarnir sko, þeir höfðu reiknað þetta út frá stjörnufræði eða eitthvað svona. Já. Og hugsanlega ég veit ekki hvort það var einhverju spádómar í Davíðsbók þetta sko. Þetta mjög athyglisvert. Út af því að þeir fylgdu náttúrulega mjög mikið með stjörnunum og það hafa verið mörg trúarbrögð út frá stjörnunum. Bara Rómverjar á þessum tíma þeir dýrkuðu Venus og Júpíter og það náttúrulega bara stjörnur. Og við erum ennþá í dag verið með eitthvað stjörnuspá og höldum allt sé skrifað í skýin, sko. En við erum kannski ekki alveg nógu merkilega til að himintunglinn hreyfist í okkar þágu, sko. En það sem gerðist á þessum tíma var að það var sem sagt sólin reis alltaf upp í húsi nautsins á þessum tíma, það svona fyrir þennan tíma. Og það voru náttúrulega eins og merki Bals var naut og menn voru að dýrka nautið og eitthvað. En svo byrjaði sólin að rísa upp í húsi hrútsins. Og þá allt í einu tóku stjörnuspekingar eftir því bara, það hefur eitthvað gerst í heiminum. Það hefur bara einhver eða eitthvað komið inn í hennar heim sem nógu öflugt og nógu kraftmikið og nógu mikið til þess að breyta bara gangi himintunglana. Sem bara yfir hafið alla þessa guði sem hefur verið dýrkað. Og þá sem sagt byrjuðu þeir að dýrka Mýþras til dæmis. Og þegar þeir trúðu að hann væri sem sagt þessi. Og það svolítið svona sem að gerist í þessum stjörnuspeki svona öðrum trúarbrögðum. Þeir reyna að finna einhvern veginn svona einhverjar skýringar og eitthvað svona falskuði. Þannig að Mýþras var dýrkaður frá 1. til 4. aldar bara það voru vinsælustu trúarbrögð á þessum tíma, sko. Það var gaman að googla Mýþrasardýrkun út af því að Mýþrasardýrkun? Mýþras? Það var í rauninni bara fyllir í og svall og vendiskonur og læti, sko. Hvað getur þú spöðsir? Mýþras? Já, Hvernig skrifaði það? Þannig að það breytist mjög hratt út. Það var allir til í það. Settu það filter í síman eða þú googlaði það kemur í neitt. En það sem var merkilegra að í rauninni öll sköpunin réttmennum dýrkus, heimurinn sjálfur var að breyta þetta því að Jesús Kristur var að koma í heiminn og öll sköpunin einhvern veginn bara var að setja svið. Það komið nýtt tímabil, við erum bara með sólin með nýju stjörnumerki, það var bara allt breytt, nú eru bara 9 tímar og verið bara tilbúin að sjá hvað er gerst. Þannig að þetta er svolítið svona dramatískt verið að segja sko, að var að kynna Jesú til leiks og allir stjörnuhiminin, býr til pláss, stígur til hliðar. Ég er náttúrulega ekki svona reykjóð. Ok. Ef ég má vera hérna... Ég er bara fyrir þetta. Já, ef ég má koma þetta svona skáldlegt og ljóðrænt, þá er stjörnuna bara svona make an entrance. Og hvernig, þegar maður er að fylgja þessu Mýþras, er maður þá að djamma og hvað? Nei, hvernig var þetta? Það er bara að djamma og drekka og éta mikið hráu kjöti og bara... Hrátt kjöt? Ég fór ekki hrátt kjöt. Nei, ekki hrátt kjöt. Ég var mikið reyr. Það er munur. Ég er bara kjöt, þá hugsaði ég sig. Já, mér sko þetta bara kjöt. En ég fylgja samt þessum Jesú sem að, þú veist, er alveg guð yfir öllum hinnum falskuðunum sem að fólk verið að missa sig í, sko. Það er þá þessi Mýþras sem við varst að tala það var guð sem að fólk trúði á áður en þarna þetta var að gerast. Þú varst að tala eitthvað svakalega mikið að gerast og stjörnurnar færast til og eitthvað. Var það út af fæðingu Immanuels? Nei, það var út af því að stjörnuspekingarnir voru alltaf með að koma alls konar trúarbrögð út frá stjörnuspekinni og þeir bjuggu til sem sagt nýjan átrúnað á þennan Mýþras út af því að sólin var sem sagt að koma upp í merkirútsinn og þeir trúðu því að hann hefði þá verið sterkari heldur en það sem var áður og bara með drepi nautið og bara hasla sig vel, sko. Það er að segja aðrar þjóðir en gyðingar. Gyðingar trúðu alltaf á Guð. Á Guð. Mér finnst þetta líka skemmtilega umræða út af því að það er svo margir að leita að tákna á himninum. Mér líður eins og ég veit ekki neitt, sko, þannig að, sorry. Ég er kannski komið með ómiklar upplýsingar. Nei. Það síðast eitthvað inn núna, skilur. Og svo mun ég lesa þetta sjálfur setna og svo. Þannig að ég ætla að vona að ég ekki trufla með öllum þessu spurningum. Nei, alls ekki. Og það er líka svona alltaf þegar Guð er að gera eitthvað,
þá kemur alltaf svona counterfeit, það kemur alltaf svona eitthvað svipað á móti. Já. Þú veist. Já, ég meina óvinnurinn, eða þú veist, eða heimurinn. Já, þú veist. Til þess að við leiða fólk frá Jesú, skilur, þá bara Mýtras miklu meira spennandi. Já. Já. Og það eru örugglega margir sem einmitt þá fara þangað. Þetta er sér þangað. Já. Það hljómar heldur spennandi kannski fyrir suma, þú veist þetta. Hljómar spennandi fyrstur, sko. Mjög áhugaverð. Það er mjög áhugaverð pæling, bara, Já. Þess að tala, Mýtras var áhugaverð. Það er gott samt, það er gott samt eins og svona. Þótt ég spyrja og mér finnst ég vera að trufla, en þá er samt leiðir að því að þú ert með eitthvað, veist það þig. Ég er að heyra nýtt út. Þú finnir eitthvað áhugavert út úr þessu, spyrja. Já, og það mér finnst mjög gaman að þú veist, þú ert að spyrja út af því að það dettur mann eitthvað í hug, sko, sem að maður var ekkert að segja frá Já, veist, ég er einfallega að spyrja út af því ég er svo áhugasamur það, skilju. Ég er ekki bara að spyrja til að spyrja, skilju. Þetta er svo gaman að með, þegar maður er einn að lesa Biblíuna, þetta er ekki eins og að vera að lesa saman. Algjörlega. Sérstaklega þegar ég las þetta á hann, þá skilur þetta svo vel. Hvert erum við komin? Við erum komin hérna. Þegar Heródes heyrði þetta var hann skelkaður öll Jerúsalem með honum og hann stefndi saman öllum æðstuprestum og fræðamönnum lýðsins og spurði þá hvar á Kristur að fæðast. Ég byrjaði þess að í 3. versi og kom núna í 5. vers. Þeir svöruðu honum í Betlehem Júdíu en þannig er ritað hjá spámönnum. Þú Betlehem í landi Júda, ekkert þú síst meðal herðaborga Júda, því höfðingi minn frá þér koma sem verður hirðir lýðs míns Ísraels. Við heldum við leist á hérna. Hefur þið haldið á það? Nei, þetta er alltaf bara mjög gott að, þú veist, Heródes sjálfur sem var konungur sem riði öllu, þú veist, hann fór og talaði við... Hann var konungur hvers? Konungur Ísraels, eða? Nei, Rómansins. En hann var settur yfir Ísrael á þenni... Nei, Jerúsalem þeim tíma, ekki. Nei, Betlehem sem Konungur Rómverja? Betlehem. Hann var konungur í Betlehem. Hann var konungur settur af Rómverjum. Hann var bæjarstjóri í Garðabænum. Já. Nei, Amrís, hann var bæjarstjóri. Ok. Já, eða þú veist. Já, Þetta var sem sagt rómverskur yfirmaður sem hafði sama titilinn sem er konungur. Hann var í Jerúsalem, hann var borgarstjóri Reykjavíkur. Já, þannig að hann var skýtur. En hann var borgarstjóri? Nei, hann var borgarstjóri í Jerúsalem. Nei, hann var borgarstjóri í Betlehem. Hann var yfir öllu svæðinu, sko. Hann er öllu svæðinu? Já. Ok, ég tekur það Það er yfir Íslandi. En í mínu huga er hann konungur Betlehems á þessum. Já. Hann var líka konungur í Betlehem. Og mér finnst merkilegt að hann hafi sem þetta orðið svona hræddur og bara, þú veist, hann hafa greinilega mjög trúað. Var það ekki alveg í sögunni að þegar Jósef kom tilbaka út af að heyrði að Heródes hafi verið liðin dögum og kom hann aftur til Betlehem? Er það virkið þannig? Já. Er það virkið? Held ég. Ok. Nei, hann kom aftur til Ísraels. Nei, ég veit ekki. Hann flúði fyrst til Egyptalands. Já, þið flúðu ekki það. Þegar heyrði að maður dáinn, svo byrði hann að Guð sagði nú meginn koma tilbaka. Okay. Og þá fluttu tilbaka til Ísraels og settust það í Betlehem. Ok. Já. Þannig að ég hef alltaf rétt fyrir. Nei, hvað er það að segja? Já, ég Settist ekki á því Nasaret. Í Nasaret, já, Nasaret. Jú. Bara spyrði? Já, þú hefur rétt fyrir. Ok. Ekki klippa. Þetta er ekki keppni. Þetta er ekki keppni. Nei, sko, ég er ekki að hafa það hreinu. Já. Það er samt bara 1 stig. Og hann spyr hana, hvar á Kristur að fæðast? Hvað er hann þá að leiðin að fara að drepa hana? Já, hann bara... Vildu bara okkar strax? Já, það var hræddur. Hann þarf að verja stöðunum sem konungur og ef það er að koma eitthvað konungur í gyðinga, þá bara... Það var titlinn hans, þá bara, hvað er að gerast? Svist með semman. Þetta var ógn við ríki Rómverja. Það er núna síðan bara og með svipum, sko. Já. Sterkt. Þannig að hann vildi ekki að gyðingarnir myndu hafa eitthvað konungum rís upp á móti Rómaveldi eða... Og hérna... Já, við skulum bara lesa alveg heilmikið um þessi sögu. Við komast aðeins áfram með textan. 7. vers. Já. Viljið þið lesa eða ég lesa? Ég skal lesa. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim nær stjarnan hafði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir barnið og þér finnið það, látum við vita til að ég geti einnig komið og veitt í lotningu. Ég væri að fatta maður að reyna að vera svona svolítið lúmskur og... Já, bara ljúa. Já, ég sé, ok. Segjum mig hvernig er svo ég geti komið og hérna... Bara sýnt þau spá virðingu eða svona... Já, bara tilbyrja það líka. Þó að ég sé hérna í æðstu stöðunni og þá ætla ég að beða mig fyrir lífsliðbarni eða bara, þú veist, taka það heim. Já. Og þeir hlýddu á konung og fóru. Og stjarnan sem þeir sá austur þar fór fyrir þeim uns hana bar yfir það sem barnið var. Þegar þeir sá stjörnuna glöggdust þeir harla mjög. Þeir
Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu, móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Haldið þið ekki hlýtt þess að það hefði verið ofæða strax? Já. Þegar þið komið tilbaka? Já. Þeir eru ekki lifa á hitta kongin, sko. Það er bara svo leiðis. Stundum gott að hlýða. Já. Það er mikið að draumum hérna. Og mér finnst líka skemmtilegt að það að sjá gjafirnar, það er gull, reykelsi og myrra. Sumir hafa lítið á þetta sem táknrænt að gullið sé svona dýrkrist. Reykelsi sé, þú veist, bænirnar og það sem hann bar alltaf stöðugt fram. Prestómurinn. Já, prestómurinn. Og myrran sé þjáningin, beisk og svona. Og svo eru aðrir sem segja bara mjög praktískt. Þau voru með fullt af dýrum hlutum sem hjálpaði þeim að flýja og þetta eru borga fyrir hluti og komið sér með í stað. Já, það var örugglega gert. Örugglega. Já, bótið. Vitringarnir þá, að nota það? Vitringarnir gáði þeim sem sagt. Já. Já, þeir hafa ekki þurft neitt til að koma sér þarna. Þeir voru náttúrulega með hann Heródes, þeir voru að fara þarna fyrir Heródes, þeir áttalega fyrir ferðinni. Já, þeir voru örugglega bara sendir af hérna frá Babylon, sko. Ok. Fullt af, veist, já, frá því ríki, sko. Kemur ekkert fram með mitt hvort þeir áttu þetta fyrir eða hvort Heródes hefði látið að fá þessar gjafir? Nei, þeir voru örugglega komið með þetta, sko. Þú veist, það hefði komið fram með Heródes þegar þeir látið á að Já, gera. Það var þess að ekki Heródes sem var að senda vitringarna til að tjekka hvað barnið var? Er ég að miskilja? Nei, þeir sáu fyrst sko stjörnuna og þeir sögðu komum ekki frá því eða? Já. Já, og hann bara, já, ég ætla líka að senda þeim lagningu. Þannig að þegar þið finnir barnið, látið mig vita hvað það er, svo ég komið og, þú veist. Já. En þegar þeir voru farnir, þá leitraðist engill drottins Jósef í draumi og segir: Rís upp, takk barnið og móður þess og flý til Egyptalands. Þar skaltu vera ég segi þér, því að Heródes mun leita barnsins til að fyrirfara því. Hann vaknaði, tók barnið og móður þess nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvaldist hann þangað til Heródes var allur, að það sem drottinn sagði fyrir munn spáma sinn skyldi rætast. Frá Egyptalandi kallaði ég soninn. Þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gabbað hann og var afar reiður, sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, tvívætur og yngri, en það svaraði þeim tíma hann hafði komist að hjá vitringunum. Shit. Þannig að þarna bara var öllum tveggjar af yngri strákum slátrað bara til sér að ná þessum konungi. Síðan þetta bara ekki ritað í Biblíunni, heldur líka í sagnfræði hjá Rómum, þessu bóka niður hjá Rómurum, ef maður skjóta inn í. Og þegar Heródes dó, þá dó hann samkvæmt sagnfræðilegu ritum og ormar átu hann að innan. Þegar hann var rúmlíkja frá heiðisíki og þá var pöddur sem var að varpa erkiminjan og hann dóð þannig. Og síðan þegar hann var að dána beðni þá bað hann að allir menn í Betlehem skyldu vera drepnir til þess að allar konurnar myndi syrgja í landinu þegar hann færi frá. En þessu skipum var ekki fylgt eftir. Nei, það verður vondum aður. Já, þannig að hann var svolítið svona nötta. Hann draf syni sína, draf alla erfingjar sína og hann var alltaf að halda þeim til taka þessu. Ég þarf ekki að kynna með þetta betur, þetta er bara... Það er alltaf, þú veist, og þetta er líka... Ég hef ekki séð því sagnfræðilegu ritum, en ég sé þetta á YouTube. Það er sagnfræðingur sem hét Jósefas eða eitthvað álíka sem var rómverskur. Sem er til bóki sem var ritaði til einhver og þar kemur þetta fram með Jésu og hann. Það er eiginlega svona samkjömmar í Biblíunni að mörguleyti skrifið af Rómurum. Já, þannig. Og það er rosalega mikið skrifað af Rómurum og öðrum sagnaritanum þessar hluti, sko. Sem að staðfesta. Sem að, já, við getum bara... Þannig að það kemur úr öðrum bókum við það sem saman við erum að lesa hér, þannig að við erum með tvær heimildir fyrir, eða veist? Já, það eru aðra heimildir, sagnfræðilegar heimildir fyrir því, sko. Það er rit sem er ritað utan þessu eða eftir. Mér finnst það merkilegt að þetta skuli gerast út af því að þarna er rauninni Jesús að gera sama á Móse þegar allir tveggjar á yngri strákar í Egyptalandi voru átt að vera drepnir. Eða allir öll sveinbörn sem fæðast átt að vera drepin. Stelpunum látnar í friði? Stelpunum látnar í friði, já. Og þá var honum bjargað með að fara þarna í þessar sefkurvu og svo var hann tekinn að sér í konungavöldinni. Og hann er svolítið að setja þetta upp á því að Matteus er náttúrulega gyðingur, hann er að skrifa þetta til gyðinga. Hann er að gera svona speglun, þú veist. Sjáu því, Jesús er eins og Móses.
Jesús annar Móse. Ég samt mjög fegin hvað við komum langt í dag. Það var svo mikið búið að berjast fyrir jafnréttindum og svoleiðis, þannig að ef myndi gerast í dag það bæði konurnar og karlmenn drepnir. Já. Í dag eru bara allir drepnir. Það eru bara að sprengja sæng. Já, nei. Það er að grínast. En mér finnst það skemmtilegt að hugsa aðeins út frá Móse á þetta því að hann er að rauninni að segja, að þegar Móse var náttúrulega svona aðalkallinn sko hjá þeim. Já, einmitt. Kannski með bullandi samviskupið núna með óviðhaldið frá Það má vera náður þetta. Nei. En ég sko, eitt sem ég sé hérna, þú veist, hérna þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gabbað hann og hann var afar reiður. Mér finnst þetta svona, veist, sterkt, reiður, veist. Já. Mér finnst það svona, veist. Þess vegna Akkur ætti svona stór leiðtogi að verða svona reiður, veist. Mér finnst það svona, ég hugsa það, veist. Ef hann hefur verið óttasleginn, þá náttúrulega er reiði eitthvað sem er mjög... Einmitt, það er sem ég tengja við, veist, einmitt, hann hefur verið skítræddur og þess vegna var hann reiður. Það kemur fram á þér, hann var hræddur, harðlega hræddur. Já, oft er einmitt sko, þegar maður reiður og það er rauninu grunntilfinningin ótti. Já. Og líka að passa sig, þannig að gengur gríðarlega langt þess að passa stöðu sína. Já. Þannig að... Já, það er langt, hann er tilbúin til að drepa bara öll, Sveinbjörn bara... Syni sín og allt saman. Þannig að dreipið 3 sín. Af hverju? Allan 2. Og það var hrættur að taka við á hann, hann eitraði fyrir þeim. Já, drepa sig kannski. Hann var hrættur að... Það var ekkert óþekkt, sko. Já. Nei, maður sé svolítið, já, ég sé svolítið, bíómyndum og svona. Já. Sagnfræðilegum YouTube-myndunum. Já. Ég hef ekki lesið þetta. Já. Annars það. Magnús, vilt þú halda fram að lesa þetta? Hvar eru komin? Frá 17. Nú rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías spámanns. Rödd heyrðist í Rama, grátur og kveinstafir miklar. Rakel grætur börnin sín og vill ekki hugast láta, því að þau eru ekki framan lífs. Þegar Heródes var dáinn, þá vitraðist engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, takk barnið og móðir og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Hann tók sig því upp og fór til Ísraels lands með barnið og móður þess. Og þá var hann heyrði að Arkilás réði ríkjum í Júdeu í stað Heródesar föður síns. Óttaðist hann að fara þangað og hélt til Galilíu byggða eftir bendingu í draumi. Hann settist til að í borg sem heitir Nasaret, eins og við sögðum á hann, en það átti að ræta sem sagt var fyrir munn spámannanna: Nasarei skal hann kallast. Hver? Hvað skal kallast Nasarei? Jesús. Og þarna eru þetta bara, þau eru bara flóttamenn, sko. Er þetta einn af sonum hans Heródes sem er með Jósef? Er það einn af sonum Heródes? Nei, það er þessi Arkilás sem að stjórnaði í Júdeu í stað Heródesar föður síns. Var Arkilás svona hans? Arkelás. Arkelás, það stendur hérna, í stað Heródesar föður síns. Hann er þá örgulega verið í stöðu. Þannig að þetta var einn af sonum hans sem hann hefði ekki búin að drepa það? Já, greinilega. Og svo líka sér maður að þau eru langt í burtu frá Betlehem, þau eru langt í burtu frá fjölskyldunni. Já, og þegar það er sagt að eins og það átt að rætast sem sagt var fyrir munn spámannanna, þá þýðir það að það eru spádómar þetta í Galadæsmöndunum sem er að rætast bara. Og það kemur mjög víða fyrir í Nýja testamentinu þegar rætt við Jesú að þetta eru spádómar að allt Jesú er byggt á spádómum í raun og veru. Guð var búinn að segja þetta allt fyrir. Og talandi spádóma, sko. Þú veist, það er mjög skemmtilegt að fletta þeim upp. Þú getur fundið það hérna í réttunum fyrir neðan. Eins og hérna í rödd heyrist í Rama, grátur og kveinstafir miklir í 2:18. Þú veist, það er hérna Jeremía 31 og í Jeremía 31 þá erum við að tala rosalega skemmtilega hluti. Þá erum við að tala bara náðarsáttmálann, hann væri stutt á eftir og það var mjög svona uppbyggjandi þar. Náðarsáttmálinn, hvað er það? Já, bara svona Jeremía 31, lesum daginn. Ég ætla að skrifa það niður. Jeremía... Þú sér það alltaf hérna fyrir neðan, sko. Það er ekki á mér. Jeremía 31. Já, fyrst að spyggja þetta ekki dreifir á hann. Ég leta bara 27. 31, hvað er það? Jeremía? Ég er þetta á þetta bara. Já. Sko það er Jeremía 31, 15.
Og ég með 41. Og hann í rauninni sko með að vera vísa þessi sáttmála, þessa spádóma. Þú veist, ég held hann sé líka að minna á sögurnar og allt sem hann var að gerast í kringum þetta. Þú veist, hann að tala ég að veitna Guðminni, þú veist, ég að æfa við sáttmála við Ísrael og hann minni. Þetta eitthvað dót sem ég hittar með. Nei, þetta slæð. Ok, ég var kannski að lesa það. Þetta kúmur. Ég með 31. Þetta var að lesa það bara? Já, kíkjum þetta bara. Kíkjum bara á það. Morgun og kvöldi hans án nýja. Þetta er 15. Þannig að ég fæði þá einhverja útgáðu sem er bara geggjur, eða veist? og hérna, já, 15. Ok. Það segir sko frá 15. versi, rödd heyrist í Rama, harma kvein, beisku grátur, Rakel grætur börnin sín, hún vill ekki huggast láta vegna barna sinna því að þau eru eigið fram að lífs. Svo segir drottinn, halt raustinni frá gráti og augum þínum frá tárum, því að enn til umbun fyrir verkið, segir drottinn. Þeir skulu hverfa heim úr landi óvinanna, já enn von framtíð þína, segir drottinn, börnin skulu hverfa heim aftur í áttaga sína. Að sönnu heyri ég Efraim kveina, þú hefur hýrt mig og þú veist, það hægt að lesa þetta í kringum þetta líka. Og svo svo til dæmis, já ég held að sé ástæða fyrir hann að tala þessa spádóma og minnast á þetta því að gyðingarnir sem að lesa þetta, þeir fatt alveg spádómana, þeir kunna þetta mikið til utan af og þeir eiga ekkert í vandræðum með að tengja þetta sko. Þannig að þeir eru svona kannski líka smá að sjá bara hlutina, þú veist, kannski vita hvað að gerast líka áður en að gerist, eða þannig? Já, Matthías er gyðingur og er að skrifa til gyðinga á máli sem að þeir skilja. Gyðingarnir skilja þegar við erum að tala spádóma, já, þeir vita nákvæmlega hvað er í gangi og hvað þetta er. Af því að þetta er lesið hverjum sunnudegi í Gamla testamentið og þeir alast upp við að heyra alla sögurnar spádóma. Já, og þannig að með því að segja þetta, til dæmis vísa í þennan spádóma og segja hann þetta rödd heyrist í Rama og já, það passar á leiðinni, en það er líka huggun og það er líka von sem er að koma fram þetta. Og það er náttúrulega kannski undirstrykar ennþá meira hlutverk Messíasar. Þannig að, já, ég held að vera velta reyðum en af hverju Matthías er að tíunda þetta allt saman. Því að ég held að þeir lesi þetta bara miklu betur en við, sko, gyðingarnir. Já. Þá er eiginlega að koma að einum aðal karakterum hjá og svo spenntur fyrir því. Já. Á þeim dögum kemur Jóhannes skírari fram og predikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði, gjöri yðrun himnari gerir námt. Jón er sá sem svo mælt. Já, ég sagði spámanni. Ok, takk í sinnaskiptum himnari gerir námt, stendur hérna. Já. Og hvernig er útskýrið þetta? Hvað er það að segja? Takk í sinnaskiptum. Það er svona hegðunum. Það sem þú varst að gera daginn, þú tókst ákvörðun að taka við Jesú og það þýðir að þú ert í raun og verið að taka ákvörðun að breyta stefnu í lífinu. Ok. Sinnaskipti er ekkert annað en bara að breyta stefnu, bara að breyta. Sjá eftir. Já. Og ekki sjá nóg eftir, heldur nóg mikið til þess að hætta, sko. Já. Til að breyta stefnu, Já. Ég vil meina, sko, eins og mér er þetta, að fara á hraðbrautinni, sko, bara inn á, þú veist, þannig sé ég þetta, sko, ég má segja oft, sko. Fara að hæfi þú henni yfir á. Nei, ég er búinn að vera bara á hraðbrautinni alveg Þeir eru bara uppeyjar. Já, feitur Þeir eru að taka uppeyjum, ekki sjá bara eftir, ekki bara virkir að taka uppeyjum. Þetta er rosalega algeng Ekki horfa tilbaka. myndlíking, sko. Fara af breiðaveginum yfir að mjóaveginn, sem líka til lífsins. Það er nákvæmlega síðan að gera. Þetta er á ennsku, repent. Þetta er rauninu, þegar maður segir bara fyrirgefðu, svo gerir maður hlutin aftur. En ef maður gerir það ekki aftur, þá var þetta virkilega yðrum. Það var ég að yðrast og... Þannig að eins og þess að ég sýta, þá var ég bara búinn að vera inn á hraðbrautinni að svona sveigja frá og en núna er ég virkilega, þú veist, komin að hraðbrautinni. Já, akkurat. Þú hefur verið meira verið bara hringtorgin að dreifja. Ok, cool. Þetta er cool. Rödd, hrópandi í eyðimörkinni greiði við drottins, gerir beinar brautir hans. Jóhannes bar klæður úlfalda hára og leðurbeltur, nefndi sér hafði til matar, eingisbeltur og villifnuna. Menn streymdu til hans frá Jerúsalem, allri Júdeu, Jórdanbyggð og létu skýrast á honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Það er ekki stoppað en það. Og það er tekið fram að hann bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti vernda sér. Já. Og það tónar alveg við hvernig Elía var klæddur í Fyrstu konungabók. annarri konungabók. Já. Og það er ég eitthvað uppgæðið í dag.
Ég held að það hefur ekki drukkið nógu mikið kolla. Ég er búinn með 3. Já, kannski er það ómikið. En allavega þá sagan þegar hann, já, það sem konungurinn fær spádóm að hann muni deyja og þá spyr hann sem sagt, hver er þetta? Hvernig var hann klæddur? Hann sagði hann í svona leðurbelti og einhverjum svona hárum og þá sagði já, það var Elía. Og Jóhannes, hann gerir þetta alveg ekki að vísvitandi að klæða sig eins og Elía. Já. Af því að hann fer líka og hann skýrir í ánum Jórdan og þú veist, þegar Elía var stígur til himna þá var hann og Elísa bara að þramma yfir ána Jórdan og þá setti Elía skekkinu sína í ána og þá klofnaði á henni tvennt og þeir gengu yfir á þurfi. Og Jóhannes er að koma með svona spámannlega tilvísanir til Elía. Já, Matthews. Já, en sko, ég er að tala Já, Jóhannes skýrir. Jóhannes skýrir þig. Þannig að hann er í rauninni að segja ég er að koma í anda Elía eða ég er Elía, þú veist, eins og Malki spáði. Þannig að það er hans hlutverk. Já. Og Jesús segir það líka aðeins hérna. Já, akkurat. Að hann sé að hafa verið andi Elía. Já, og það er líka sko skrítið að hugsa andi Elía, þú veist, allavega þegar Elísa sem var svona lærisveinn Elía, hann fylgdi Elía og hann fekk svona tvöfalda smurningu eða tvöfalda andagift. Og þegar hann kom tilbaka með andagift Elía, þegar sem sagt Elía var farin upp til himna, þá voru hinir spámennirnir sem þekktu hann og sagði já, hann er Elísa, andi Elía er yfir honum. Þannig að það hefði verið eitthvað sérstakt. Elía. Elía. Já, það sinni Elísa, það er 2. Elísa var sem sagt lærisveinn Elía. Já, þetta er Mörgnöfn, ég skil ekki ráðið, ég veit ég næði mig öllum, skilju, en já. Elísa var lærlingur Elía. Elísa. Og ég lesa þetta úr, viðstu, Almari Guðmundsbók. Nei, ég er með úrgæðu þessu. Já, við erum þóraði. Við höfum alveg tíma. Það var allavega, það sem þú segja. Og það voru sem sagt, já, það var sendibóð konungsins sem fóru út og Elía kom í spámannlegum móðu og sendi það tilbaka og síðan þegar konungur spurði lýsingar að því hvernig maðurinn leit út af sendimennunum sínum, þá sagði sendimennir að hann var nákvæmlega saman lýsingu og Jóhannes skýrir með þarna og þá sagði hann já, þetta er Elía frá Tísbet. Og hann klæddi sig inn að því klæddi sig inn að hann klæddur sko. Já, veit ég, heldur að það hefði verið viljan, er það ekki eitthvað gerst ekki? Ég Ég held að hann ekkert eitthvað að vera að lesa bara, ég ætla að vera eins og ég. Það er eina lítið út eins og hann. Ég held ekki, held að hann hafi gert það markvisst sko. Já. Það er bara verið leðið í ekki tímans. Já, út af því að líka þar sem að Jóhannes fer að þjóna, hann er að fara að skýra á stöðum sem Elía gerir kraftaverk. Já, ég held að það er bara svona axlast til orðið og svona, ég veit ekki hvað fyrir. Já, ég held að Jóhannes... Eða Guðaði. Já, veist, ég meina þannig, skilur ég held að einhvern veginn sé ekki fyrir mér að Jóhannes skýrir að það hefði verið bara eitthvað fattaskap sem það hefði og ég held að... Já, ég meina það er ekki eins og hann hefði farið til búð og kaupið það, eða hvað? Nei, þú veist. Ég er alveg samanlega, Guð hefur ekki verið, þú veist, haft og svona, hann alltaf, þú veist, er bak við allt. Já, ég held að góð pæling, ég veit hugsa líka að hann hefur ekkert verið með mjög mörg hráefni í boði, skilur, fyrir föt, eða þú veist hvað, þú veist. Það er mjög gaman að við séum ósaman þetta. Út af því að þið séu þetta hafa bara verið tilviljunarkennt af því að Ekki tilviljunarkennt, það er Guð. Guð var að stjórna þessu sko. Það er svona fyrir Jóhannes skýrir að hafa þetta verið bara svona. Það var svona, hann var hugmynd ekki frá að leggja sig. Guði. Ég ætla að vera í Guði. Og ég hugsa að Jóhannes hafi gert þetta bara markvisst og bara sem svona ákveðin spámannleg tákn sko. Bara nú ætla ég að segja þetta andinn í honum lét hann bara gera það. Já, ég saman þig. Og kannski andinn í Elía lét hann bara Ég er svona, sko, alltaf þegar ég heyri gyðingur, sko, þá var ég alltaf gyðingur, ég veit ekki hvað, nei, ég er segur bara hvernig mér líður, alltaf þegar ég heyri gyðingur, það er bara tróð svo mikið inn í hausinn á mér að gyðingur sé slæmt orð, sko, að ég er bara alltaf þegar ég heyri gyðingur, þá heyri ég bara alltaf En af hverju förum við ekki bara að klæða okkur svona á Í raun og veru Ég skil ekki hvað nógu þetta, það er bara tróð inn í hausinn á mér að gyðingur er slæmur. Í raun og veru þýðir gyðingur sá sem trúir á einn Guð. Já, það fór frá Júdeu. Það er að kynna mér orðið gyðingur. En það var allavega eitthvað að gerast í landinu þarna því að menn komu til hans allstaðar að sko. Frá Júdeu og Jórdanvegi, Jerúsalem og réttur skýrust af honum í áni Jórdan. Það er einhver verið smurfningi sem er bara dreigir á hann. Jó. Hann var bara ekkert þarna í, í eyðimörkinni sko. Og svo, en það er samt líka talað að Jóhannes hafi verið sko Esseni sem var Esseni. Essenar voru þessar hópur af fólki sem
dróð sig út úr skarkara lífsins og spillingum austurisins. Já, þetta meina þér sem að dauða höfum. Já, skrifur það alltaf alveg mjög nákvæmlega. Já, byggu í hellum og... Já, hvað var það ennsku áttu sem þetta fólk gerði? Essenes. Já. Og Jóhannes hefur örugglega verið einn af þeim sem mjög áhugavert út af því að pabbi hans, Sakaría, hann var prestur í Austurríki, sko. Þannig að hann hefur verið Sadduki, náttúrulega. Og aftur var Jóhannes alltaf komin út í eyðingu. Bara með þessu fólki, sko. Já. Bara gett hardcore á móti Austurríki, sko. En hann samt prestur, einhvern veginn. Eins og pabbi sér, en samt prestur. Hann prestur, Jóhannes skýrari prestur. Já, hann spámaður. Spámaður, Já. Og hvaða vald hefur hann til þess að skýra þetta, sko? Það líka spurning. Það spurning, já. Það spurning. Hvað spurning að það var ekki þannig? Nei, ég veit það ekki. Jú, það var þannig. Já. Þeir segja, færðin koma á það. Hvaða vald hefur þú til að skýra þetta menn? Já, ok. Það eitt sem ég til í, næst þegar þið byrja að lesa, hvort þið verður til að segja hvað þið byrja að lesa. Örugglega ekki bara fyrir mig, kannski ef ykkur annar myndi horfa á þetta eitthvað hann. Af því að maður svo týndur, þegar maður svo nýr. Já. Er það sönd? Jú, við erum að fara að lesa söndavers. Í 3. kafla. Já. Við þurfum samt að ræða betur skýrnina, sko. Alltaf því að, sko, þeir sem að létu skýrast á Jóhannesi, þeir voru ekki skýrast í nýjum trúa. Því að þeir voru náttúrulega allir gyðingar og það sem að þeir voru að gera, þeir voru í rauninni að segja að þeir játuðu syndir sínar og þeir játuðu það að þeir hafi verið að ekki uppfylla gyðingdóminn eins og þeir áttu að vera að gera eða hafi fengið einhvern nýjan skilning fyrir kannski predikun Jóhannesar. Og þá voru þeir að taka skýr og svo þegar þeir lesu þá voru þeir að segja, sko, núna kem ég upp úr vatninu og þá er ég að fara að lifa eftir þessari braut og nú getur þið fylgst með mér fara þessa leið. Skýrnin var sem þetta ný koncept á þessu tíma. SLA voru með svaka skýrna laugar, eða hrengslugar, sem hafa verið grafnar upp þarna. En hann segir það bara strax og eftir nokkuð þessu seinna af hvað hann að gera með að skýra, sko. En já, yfirskýrnin var svona nýtt koncept held ég. Er það? En tapar ekkert á að skýra aftur. Kannski þetta bara, þú láti skýra einu sinni, og svo bara gerur eitthvað fucked up og bara, fuck, ég læt bara skýra mig aftur. Eða, þú veist. Já. Nei, ég held að það hafi ekki alveg virkað þannig, sko. Nei, ok. En þetta var svona Það er alveg gert alltaf í dag. Já, það er gert. Það er einmitt spurningin, skilja með það. Ég pæla að því maður heyrir þetta, ég þekki þetta ekki, þegar maður heyrir einhvers sem láta skýra sig, ég veit ekki, fatt ekki alveg konceptið. En sko, maður hreinsast ekki af syndu sínum með að skýrast, sko. Það er bara blóð Jesús er hreinsar okkur allir synd og við fáum fyrirgefningu fyrir það. En með því að taka skýrnina þá erum við að gera svona ópenbarlega yfirlýsingu á þessum tíma að þeir ætla að fylgja ákveðinni braut. Og þú veist, þetta er svona ópenbar yfirlýsing þess að maður geta séð. Eftir skýrnina þá er svona dagur eftir þennan dag þegar maður tók skýrn, þá hefur hann að fylgja þessari leið. En þú veist það sem ég meina, það er alveg, að fá sér tattoo er eitthvað, skilju, en þú veist, mér finnst eins og að skýrast, þú veist, í rauninni sem minna, þú veist, skilju minna, þetta er tattoo, það er með þér all ævi, en að skýrast, það er bara svona, æ, fuck it, nú er ég búinn að fokka sér, það er skýrast aftur. Með niðurskýrnina. Svo niðurskýrnina sem við tökum í dag, sem er ekki iðrunarskýrn, þetta er skýrn fylgd af Jesú, það er að gera sáttmála við Guð Ég ætla að fylgja þessari leið. Og við erum að fara, og skýrnin í raun og veru grefturinn, þess að við erum að grafa okkar gamla mann, okkar gamla líf, og við erum að lýsa upp sem ný sköpun í Kristi. Og það segir einhverjum að gamla verðingar sjá allt og ný. Og það er ekki bara útfara okkar gamla lífs, heldur eru við actually að deyja undan lögmálinu sem er Rómarbréfið 5, 6, 7, sem að 7. kafli Rómarbréfið útskýrir og 7. kafli útskýrir skýrn nýs lífs. Og þá er í raun og veru í bókstafslegri merkingu horfum ég á skýrnuna sem að þú gæti verið með grafreit einhverstaðar út á landi með nafninu þínu og hvernig þú tók skýrnina og það einstaklingur sem fór á honum leiðina er ekki sami einstaklingur sem kemur upp. Kemur ekki aftur upp. Þessu kröftulega horfum ég á skýrnina. En Jóhannes segja hann er að boða iðrun af því að Jesús er nánd og þeir eru að taka bara iðrunarskýrn, já ok, við viðurkennum að það rétt sem ég segir og viljum hreinsast af því. Þeir eru að láta sér hreinsast af syndum sínum en ekkert meira, sko. Síðan er það ekki fyrir og Jesús skýrði engan, sko. Það sem ég er basically að reyna að segja með þessu, með tattoo og allt þetta, er að, þú veist, mér finnst svona núna, mér finnst ekki vera nógu svona, þú veist, stórt skref, þetta er stórt skref örgulega, en eins og ég sé þetta fyrir mér, það getur hver sem er gert þetta og, þú veist,
ekki fara eftir því, það skilja mér það. Mér finnst, ég sé fyrir mig bara, eitthvað að vera brennimertur, bara eitthvað, aaaah! Ok, þú sko reynir ekki að prófa það. En skýrnin hefur áhrif á anda en það sem við innra með. Það er kannski eitthvað sem ég var eitthvað sem ég þarf að upplega. Það er eitthvað sem ég þarf að upplega, eins og ég sé þetta. Já, skýrla. En við leysum áfram, þá kemur kannski svarið þessari spurningu. Já. 7. vers. 7. vers. Hver vil lesa? Já, ég lesi það. Já. Lest þú? Okay. Þegar Jóhannes sá að margir farísæjar og saddúker komu til skírnar, sagði hann við þá: Þið nauðru kyn, hver kenndi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum, látið ykkur ekki til hugar koma að þið getið sagt með sjálfum ykkur: Við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjánna og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og því í eld kastað. Ég skýri ykkur með vatni til þess að þið takið sinnaskiptum, en sá sem kemur eftir mig er mér máttugri og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér og mun gjörhreinsa láfa sinn og safna hveiti sínu í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Já. Hismið. Ok, þarna er eitthvað að vera að tala um að þetta sé eitthvað svona, eitthvað power í þessu. Og hann segir að sko, þið getið ekki bara, sem sagt, tekið skýrn og haldið svo áfram að gera það sem hann gerir áður, sko. Einmitt það sem ég var ekki búinn að lesa þetta, skiljum við. Þannig að mér fannst þetta bara ekkert mál. En þannig kom smá. Men ég spyr mig líka, sko, að það verður farísæjar og saddúker. Hversu syndugir heldur að þeir hafi upplifað sjálfa, sko? Já. Til þess að láta skýra sig upp á ný? Já. Kannski fannst þeim ekkert vera svo syndugir. Þeir myndi ekki skýra sig, saddúker og farísæjar myndi ekki skýra sig. Þeir töldu sig vera réttláta og vita þetta. Þeir vildi ekki skilja þá við gamla manni. Þeir vildi ekki grafa gamla manni. Það segir að þeir komu til skýrnar. Já. Og sagði hann með Hvað stendur það? í versi 7. Já. Það virðist eins og það er ekki skýrt það, eða? Já, ok. Og hann segir sko, látið ykkur ekki til hug koma að þið getið sagt með sjálfum miður við eigum Abraham að föður, af því að þeir voru náttúrulega treystu mjög mikið á, þú veist, allt þetta gyðinglega sem þeir hefur verið að lifa í bestu trúum hefur verið að fylgja Abraham, sko. En hann er samt að leggja enn harðar að þeim, sko. Hvað þýðir þetta? Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Vakið Abraham. Það getur komið tveir smið. Já, og það, þú veist. Þeir voru tveir staðir, þeir voru ættir Abraham, þeir voru þeir sem voru til erðu Guðsríkinu eða voru kallaðar á Guði út valin þjóð. Hann var bara eiginlega að gera lítið úr því, það ekki halda að þetta sé eitthvað merkilegt. Já, ok. En þá að þeir séu að þessum ættum og séu allt þetta góða, skilur, búin að umskýrast og búin að fylgja þessu, þá er það ekkert merkilegt. Guð getur gert af steinunum bara. Það sem þið hafi. Já. Hann getur gert Guðs börn bara. Já, það getur gert allt sem þið eru bara úr engu, bara gert af stein bara. Ekki treysta á þetta, sko. Já. Já, ok. Og svo þegar hann segir að öxin er þegar lögðar út trjána, og þá var hann að tala um að, þú veist, bara dómurinn er að gerast. Þú hefur ekki tíma, þetta er bara núna. Og hann bendir líka náttúrulega á Jesú. Hann segist að vera að skýra með vatni, en svo kemur hann sem er máttur. Og hann var að skýra með heilugum anda og eldi, sko. Já, einmitt. Og það er það sem að gerðist síðan fyrir að útveðs heilags anda upprýst Jesú. Þannig að hann var að spá skýrinu en hann finnst það ekki eins og vera brennumertur. En þegar þú skýrst í heilum anda, þá er þetta actually Já. Það er bara einskipið. Það er ekki listandur og deyð. Ég get ímyndað mér það, skilju, en ég bara segja eins og ég sé þetta fyrir mér, skilju. Þá finnst mér þetta bara svona eins og, þú veist, bara... Ég gæti þessi gert eitthvað þegar hann byrja að brenna þessi. Já, nei, það er ekki sko. Það var svona umtala. Já. Þú nota IMF í það, sko. Já. Merki svo IMF. Já. En ég langar líka að spyrja, að því að hann notar þessa líkingu, sko, hann er með varpskófluna í hendi sér. Og varpskóflan þarna sem hann notar til þess að kasta korninu upp í loftið og svo
feykir vindurinn hisminn í burtu og kornið sem sagt fellur niður og þegar það er þyngra þá getur maður safnað saman hreinu korni og hismið farið í burtu. En ykkur sagði mér að þetta var gert svona á ákveðnum stað þar sem að kallaðist Þreskivöllur eða eitthvað svoleiðis og á þessum stað hafi síðan verið reist musteri Salómons. Á þessum stað? Þetta hafi verið á Þreskivöllur þar sem að menn voru að gera þetta. Ok. Og Að skýra? Já, ég þurfti að svona fletta við. Nei, að hreinsa kornið, sko. Já. Kornið var hreinsað með því að henda upp í loftið. Já. Og hismið var léttara og þar að leiða fauk það frá. Já. En kornið datt niður. En eða loft? Er þið þá að meina bara korn og það sem er utan um kornið, þú veist? Og það er svona lamið og þá fer svona drastlið af og fíkur og kornið sem við viljum það verður eftir. Fíkur drastlið af og Og sumir vilja segja að þetta sé það svona svolítið spádómur gegn musperinu, sko. Og Jóhannes er svolítið svona móti musperinu og móti þessu prestakerfi sem er hérna svo spillt og þú veist, kannski ástæðan fyrir að hann gekk út Nei, það var afvegist. bara í eldvarkina. Fóru samfélaga. Já, það var mikil spilling meðal Sendakjöða. Þeir höfðu það ógeðslega gott, sko. Þeir voru bara ógeðslega ríkir og voru bara að græða fullt af peningum á þessu. Af því að þeir einir höfðu sem sagt leyfi til að þjónusta í musperinu, sko. Já, og fá á fórnum og fá á hlutum, eða tók á hlutum. Fólk kom með fórnum annað til þeirra og þeir hittu bara hættu presti og voru ekki góðir prestar, en ríkir. Hvað voru þið bara að safna við það eða voru þið að nota í eitthvað gott? Þeir voru margir bara alveg að safna. Gríðarlega ríkir, sko. Hvert er það? Komin að 13. 13, já. Já. Vers 13 í kafla 3. Þá kom Jesús frá Galilíu að Jordan til Jóhannesar að taka skírn í honum. Jóhannes vildi varna honum þessu og sagði: Mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum: Lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og Jóhannes lét það eftir honum. En þegar Jesú hafði verið skírður, stíg hann jafn skjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfur og koma yfir sig. Og rödd kom af himni: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þá kemur hvað maður sagt, dilemman. Já. Af hverju þurfti Jesús að taka skírn? Sko, ég sé ekki fyrir mér að Jesús hafi verið eitthvað syndari eða á vondum vegi, sko. Nei. En það sem hann var að gera til þess að fullnægja þetta réttlæti, hann tók skírn hjá Jóhannesi, af því að þegar hann kom upp úr skírninni, þá var það þessi opinbera yfirlýsing: Nú ætla ég að fylgja Tóra, nú ætla ég að fylgja lögmálinu, nú ætla ég að lifa eftir þessum vegi. Alveg svolítið, já. Bara og þið getur fylgst með lífið mínu, ég ætla að sýna ykkur, þú veist, hvernig á að lifa frá með þessum vegi. Og hann svona, þetta var svona opinberi: Nú er ég að ganga veginn, sko. Og reynur að byrjaði þjónustan eftir skírnum? Nei, ekki þjónustan. Jú, reyndar. En það sem Ég reynur að vera í Guðspjöllunum, þá sjáum við þjónustan að byrja eftir hann presta, eftir hann kemur út úr eyðimörkinni, eftir hann stennist hlutina og kemur hann inn í fullum krafti. Já, en það sem að gerist þarna, að heilagur andi kemur yfir hann og rödd af himni: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og þetta er það fyrsta sem að kemur, þú veist. Nú er Jesús bara búinn að taka skírn og er að fara að ganga hana veg. Og Guð bara rosa ánægður með strákinn, þú veist, hann er búinn að taka skírn, hann er að fara að gera þetta, skilur, bara go Jesus. Og hann segir, þú veist, þetta er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þetta er svona fyrsta identity, skilur. Hann er ekki bara spámaður, hann er ekki bara, þú veist, predikari og kennari lögmálsins, hann er ekki bara fyrirmynd, þú veist, hann er ekki bara fórnarlambi sem á að taka af sér syndir heimsins. Nei. Hann er sonur Guð sem að Guð elskar og hefur velþóknun á. Og, veist, og þetta kemur bara leið og andi kemur yfir hann og kemur líka þetta, minn elskaði sonur. Þannig að hann er... Var þetta þannig í öðru Guðspjalli að áhörfundunum við hliðina hún heyrði þetta? Já, var það ekki. Jú. Var það ekki? Jú, það er jöfnveld, hann kemur ekki fram hérna. Nei. En, já.
Það kemur fram mismunandi. Einu stað segir það að þeir hafa eins og þrumu, sko. Já. Og svo misjast eftir heimildum. Var það ekki með þrumuna þegar maður í músturinn þegar kom þrumur í og sumir sögðu englar að vera að tala en sumir sögðu að það er þruma? Var það ekki annað tilfelli? Já, það var annað tilfelli. Nei. Já. Það er verið gaman þegar við förum í þessu aftur í hinum guðspjöllunum og finnum eitthvað samverðlegt. Já, og öðruvísi hliðar. Já. Sem að segja frá þessu sama atriði sem var að gerast þig. Já, þeir eru sigur menni sem eru að skrifa guðspjöllurinn en innblástur að heilum anda en þeir sjá mismunandi áherslupunkta fyrir þeim sem þeir muna kannski betur eða upplifa öðruvísi. Líka þeir líka tala til eða skrifa til ólíkra hópa. Já, ég held samt, ef við fyrir aftur í það, þá held ég aftur með þessu Jóni skýr og ég og Karin eru eitthvað saman að það hefði bara gerst við slisni líka. Hvað? Bara Matthías hefði bara... Nei, ekki slisni. Ég veit það ekki. Nei, ég held að það sé bara allt planað á Guði, sko. Já, ég er meira fyrir þeim fyrir slisni. Já, en að andanum fyrir ástæði. Ég held að þeir hafi bara verið að skrifa þetta niður sem við sáum og síðan allt í einu var bara allt það sem þeir upplifðu og sáu og bara nákvæmlega sem höfðu til heiðingja og nákvæmlega sem að Matthías upplifði til gyðinga og síðan guðdómsfyllingin og opinberunum Jesú og þjónustun hans í gegnum Jóhannes og hérna, Já, við getum skoðað þetta. Það er reyndar einhverjar svona útskýringar á þessu til hvaða fólks þeir voru að þjóna, sko. Já, líka það. Já, þeir fóru svolítið sekund staðinn og voru að Ég er með þetta hugafar út í að, þú veist, þegar það er að tala skilur að þeir sem er guðspjöllurinn leitt að heilum anda. Þeir eru innblástur og leittir að heilum anda á þessum tíma. Og ég held sem mest af þeim hlutum sem þeir gerðu bara af því að Guð var að leiða og þeir voru ekkert að leggja svo mikið fram kannski í, eða svaka mig. Þú veist, þú fer inn í þjónustunni einu sem bara gerur hluti og sem sér það eftir og já, ég gerði þetta þessu. Já. Er það ekki sama með okkur í dag? Ég er að segja það. Þess vegna upplýði þetta svona. Við vitnum, við tölum við fólk og svo. Já. Þú veist ekki af hverju? Nei. Við bara gerum Af hverju, eins og þú daginn Kylfi, settist niður á einhverjum stað og maður við hliðina þurfti að heyra í Jesú. Bara akkurat á það ég var að keyra, var það ekki að keyra austur eða vestur eða hvert var ég að keyra? Vestur. Það allt í einu ákveði að svara á norsku númer og ég var búinn að tala um annan norskan gæja í daginn og hann segi alltaf alltaf þetta sem svindnúmer. Svaraði númerinu þá var þetta meðmæli, fyrirtæki í Noregi sem var að fá meðmæli fyrir ADO sem er gamall starfsmaður hjá mér sem var byggður í Pólandi og þá fór ég alltaf að hringja hann og mér var boðið í brúðkaup í Pólandi 5. maí. Það var svona eitthvað sem ég hefði aldrei svarað, aldrei, mjög. Og gæti að gefa hann meðmæli út af því að ég svaraði út af eða bara ástæðalausi, ég var bara leittur, ég gæti ekki sleppt símtalinu en ég ætlaði ekki að svara. Þetta er spurningin Jónas og hvalinn, sko. Já. Hvort sendi Guð hvalinn á réttan stað til að gleypa Jónas eða lét Guð bara hvalinn gleypa Jónas af því að hvalinn var það? Já, það er það. Hvort kom undan, hænan eða ekki? Hænan. Hænan kom augljóslega undan. Why? Af því að Guð skapa hænan með getur þessi verða ekki til að fjölga sér. Það er að fella gildur. Nei, það er að skapa umhverf. Já, það er rétt. Þú veist það. Tekur þetta sem mók? Nei. Nei. Við erum alveg búin að kryddja þessu umhverf. Já. Viljum við lesa eitthvað pínlítið meira eða? Já. Þetta er svolítið... Klárum frystinguna hjá Jesú. Já, þú frystingar. Það má ekki sleppa því. Og þetta er leið og Jesú fær að heyra hver á neðan. Hey, þú ert sonur Guðs. Já. Kemur óverinn bara. Þú ert ekki sonur Guðs. Alveg. Það fyrir að reyna að láta hann efast opinberið sem hann nýbúinn að fá. Já. Hvað er þetta sem að gerist þetta við okkur? Fjórði kafli. Vers 1 í fjórða kafla. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina að hann sé því freistað af djöflunum. Þar fastaði hann í 40 daga og 40 nætur og var þá orðinn hungraður. Þá kom freistarinn og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú á steinar þessi verða brauði. Jesús svaraði, rítaleg, eigi lífi maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orðið sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullinn hann með sér í borginni helgu, setur hann á brún musturisins og segir við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan því að ríta þér, hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þér á höndum sér, að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum,
Aftur er ritað, ekki skalt þú freista drottins Guðs þíns. Enn tekur djöfullinn hann með sér upp á ofrátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þegar þú ferð fram og tilbyður mig. En Jesús sagði enn, vík brott Satan, ritað er, drottin Guð þinn skalt þú tilbyða og þjóna honum einum. Þá fór djöfullinn frá Jesú og englar kom og þjóna honum. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalega. Já. Já. Ég held að stoppa það, hei. Ef við ekki ræða næst, þú veist að þú varst að byrja að ræða. Nei, ég meina, ég er að meina, ekki halda áfram að lesa. Nei, ég held að við sem búin að lesa það í dag, sko. Já. En eins og þú sagðir, sko, þú veist, það síðasta sem kom fram hérna undan, bara þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velkominn á, það var það sem Guð sagði, og svo ef að þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauð. Er það sagt að Guð hafi sagt? Ertu nálega viss hrakkel? Alltaf er, alveg svo í að það gerðum með Adam hefur. Já. Er það sagt? Og líka bara, þú veist, hvernig maður er að upplifa það, þú veist, maður finnst maður að heyra frá Guði, svo bara strax, Ætli Guð hafi þetta þú veist, kannski það er eitthvað draum, ég finnst reyna á svona einhvern nóttunni og það myndir, það fer að efast, Já. það fer að efast. Og eins með, þú veist, það sem ég svo gerir, hún bara, þú veist, kemur með biblíuvers og ég til dæmis, bara frá því að ég var krakki, þá var ég oft að fá svona svefnrofa lömun. Mamma mín kendi mér að fara með faðirvorið sem að, þú veist, virkaði en svo gerist þetta bara aftur. Ég var alltaf til að veita. Svo tók ég trú á Jesú og fórum þetta að nota nafn Jesú. Þetta, þú veist, virkaði líka, en svo var ekki fyrir að ég lenti í brútal upplifun. Það sem að ég bara lá upp í rúmi og þetta var bara, þú veist, mér leiði svo, það væri eitthvað svona tímand bara upp í rúmi hjá mér. Bara lá upp í baki á mig, ég fann bara, þú veist, það var mjög creepy. Og svo bara, þú veist, svona fannst ég standa upp í andanum, skilja. Og þú veist, þá var ég nýbúin að læra eitthvað biblíuvers utan á. Maður ekki hvað það var, sko. Ég var myndið í TS-skólanum og var nýbúin að læra alla biblíu og ég bara svona, rita þér! Þannig bara, og ég hef ekki lent í svona upplifun eftir það. Síðan það. Það er svolítið merkilegt. Það rítið út. Það var biblíu þetta sem kemur í lokin hérna. Þá fór djöfullinn frá Jesú og englar komu á þjónum og bara, en ég lært. En er ekki líka, sko, veist, djöfullinn kann ritningun. Jú. Hann veit hvað stendur þarna, sko. Já, hann gerir það svo. En ég hef ekki reyningar að beita um hann. Já, ég ger mér fulla gegn því. Þannig að þú meinar að djöfullinn hann þekkir það heldur vel og hann reynir að plata þig sem það Já, hann og veit hvernig hann á að reyna að plata þig. Já, hann veit það alveg, hann veit alveg hvað virkar og hvað ekki, sko. Líka með líf. Og hann notar orðið gegn okkur, sko. Já. Og sérstaklega hann að sé, sko, þegar hann segir, sko, þegar hann fer upp á fjall og segir, ég skal gefa öll ríkin ef þú fellur fram. Hann á ekki öll ríkin. Nei, hann var að reyna, þú veist, svona að plata Jesú til þess að take the easy way out. Nei, en svo hefur það alveg, ef hann hefur gert það. Já. Ég held að allir, sko, sem í einhverju kristilegur þjónustu rekist á þessa þrjá hluti. Já. Eins og með að bjóða þá steinu þessi verða brauðum, þú veist, ef þú ert sonur Guðs. Ok, ef þú ert sonur Guðs og ert að þjóna Guði, gerðu þá bara góða innkomu úr ministriðinu. Fáðu bara, rukkaðu bara fyrir að reyka út eitt landa og lækna sjúka og bara seldu aðgang að heimasinniðinu og gerðu þetta bara lifibrauðinu. Eins og Martín. Það er alveg að setja það í kategóríuna. Og svo líka, þú veist, fara upp á brún mustersins. Mér finnst einmitt, sorry, Já. að selja inn á atburði og selja upptökur, mér finnst það að vera vændissala á líkama Krists. Já. Sorry. Þetta stóra orð. Já, ég upplifa þannig bara, sorry, ég upplifa þannig. Og ég get vel verið, ég er ekki, kannski ég er bara fyrir mér, en ég er upplifið eins og vændissala á líkama Krists og að selja miða inn á atburði. Já. Þetta er alveg svakalega umræða, þú veist. Já, það er bara Ég veist að það fengið og gefið að spurði láta þetta ég. Já, en mér finnst að ef fólk er að gera það, það ætti að leiðrétta það. Já. Þú veist, það er aldrei að senda yfirfæst. En hver ætti að leiðrétta það? Bara þeir sem er að gera. Já, bara eitthvað samfæri fólk. En ég meina, ætti Sér það ekki getur bara vel verið að ég ekki bara á rámtíðinu. En líka, ætti það ekki fólk sem trúir, skiljum við, ætti það ekki frekar bara að hunsa þetta, eða skiljum við það? Það er bara, veist,
Já. Akkur þetta fólk að koma og borga, skilur við? Sumum finnst það í lagi, öðrum ekki. Það er svo misja bara, Allavega ef að Jesús boðar, þá er það númer 1, 2 og 3. Ég hallast að því sama á keli en ég er ekki sko, þú veist. Ég er ekki að setja mig í dómarastöðu, en ég upplifi þetta sem bara raun og veru að selja part af líkama Krist. En það getur kannski virkað þegar ákveðin og ég veit alveg margar sem að myndi aldrei fara eitthvað sem er ókeypis því það var ekki neins virði, en ef þetta borgað 15 skall fyrir það, þá er það kannski eitthvað annað, þú veist. Ég veit ekki. Og þess að kannski bara að selja inn 15 skall skiptin og kannski... Sjáumst næsta fimmtudag. Við erum ekki að vera að selja neitt, sko. Nei, þú veist, þetta er svona... En það er áhugaverð umræða. Já, bara umræða sem að fólk er á misjöfnum skoðunum. Já, og gaman að heyra fleiri skoðunum. Já, Þeir sem vilja selja, þeir gera það. Já. Þeir sem vilja ekki, þeir bara láta þetta sniðganga. Ég fekk þess að skoðun samt út af heimildaminn sem þetta er Revelation dokumentir á YouTube sem er aðfyrsta bíómynd og þá er að tala um kirkjuna sem var að selja fyrirgefningu eða eitthvað og það sagði bara aflátsbréfin. Já, þá sagði hann þetta bara vegna ég mann hérna. Það er alveg stóru margt sameiginlegt með því að vera að selja aflátsbréf til þess að byggja Péturskirkju og vera að selja, ég ætla ekki að segja neitt annað því að fólk tengir við það, til þess að byggja þitt eigin ministry, sem er þá bara þín katedral persónulega. Já, það er borga fyrir það, sko. Já. Eða það sem ekki bara skapa umræðu, það er ekki alltaf hollt. Jú. Eigum við ekki að flétta af öllum verkum myrkursins og eigum við ekki að koma öll upp á hvernig var það? Það sem sagt í leinum skal vera hrópað upp á þökkum. Já. Það er... Ekki það ég sé eitthvað pólitík, sko. Nei, en það eru skoðanirnar eru rosalega margar. Já. Og hérna, veist... Þetta er alveg... Þurfum við að passa okkur á skoðanum? Nei, við þurfum bara að passa okkur í hérna. Já. Númer 1 og 3. Veist, það eru... Allavega, ef ég tala fyrir mig, ég stjórna ekki ministri í annara. Ég ber ábyrgð því sem Guður kallar mig til. Já. Og ég verð að byggja það upp eins og Guð hefur lagt mér á hjarta. Er þetta ekki bara góð orð? Við höfum bara að passa okkur eigin hjarta. Mér finnst að þú ættist að taka upp predikuna þína. Já. Mér finnst að það var gert algjör mistök að ekki láta taka upp síðast sunnudag þegar predikunin var svakaleg. Good stuff. Hún er ekki að fara Reyndu, fórstæði. Ég tók hann upp á orðinu. Sendu mér, ég skal búið til vídeói. Ég sett hann á mínustu þetta með YouTube því ég gert þetta. En hvernig í samhengi er þetta þá að geta að fara upp á brún musterisins og kasta sér ofan? Þá erum við alltaf komin inn í þetta trúarlega umhverfi þar sem að, þú veist, allir sem eru í musturinu eða tengdu því sjá hann bara hoppa hann fram á musturinu og englæni. Og lífa það af. Er það ekki svolítið svona... Láttu alltaf sjá að þú sér svona Guð. Sjá hvað ég er mikið, já, hvað ég þarf að sanna mig hérna. Þú veist, ég er svona Guð sem þetta englarnir eru að grípa mig. Já, einmitt. Og svona þau fyrir satt yfir þetta. Já. Og svo líka, þú veist, öll líki verðar, þannig að margir sem hafa, þú veist, selt sig bara fyrir, þú veist, peninga, eignir, þú veist, konur, dóp, reputation, allt þetta, fræð. Já, selt Salomons. Já, það er selt eitthvað. Já, bara ekki, þú veist, fallið frá rauninni. Já, fallið frá trúnni út af þeim hlutum. Ekki til að trúnni, heldur kannski bara þeim vegi sem voru á, hafa gert nálanir. Já. Einmitt. Til þess að hafa það farið líka viðbót á hundvögginu. Já, alveg. Þú voru ákveðin leiðum með eitthvað, svo bara, fyrst ekki náðu að tengja þetta líka. Ég er með, ég veit ekki hvað það að deila þessu í upptökunum. En ég er... Kjellið slögt á henni klukkan 8. Það er svona að fara yfir þetta Já, bara loka orðin, sko. Þess að andinn leiddi Jesú út í eyðimörkina og þess að hans er fristið af djöflunum, þá var það ekki til þess að leggja snurð fyrir Jesú. Heldur það til þess að Jesú geti sigrast yfir þig. Amen. Til að hann geti sigrast á fristingunum. Þetta var ekki til þess að hann myndi falla heldur, hann vissi að hann myndi komast í gegnum þetta. Og eftir þetta þá hafði hann vald yfir þessum hlutum og djöflun hann ekki í hann fór.
Og ein tilkynning í endan hérna. Já, ég veit. 18:30, 50 dagar, Ingólfsstræti 19. Þá erum við að eiga samfélag hérna. Og það er nóg pláss. Okkur langar að fá ykkur til þess að vera með okkur. Og... ekki gleyma það. Nei, ég veit ekki meira. Jú, deila myndböndum og svona stiklum, eða hvað finnst það skemmtilegar. Já. Og af hverju þið ekki? Sem ekki bara að láta fólk á samskipti. Jú. Það getur bara haldið þetta heima sem það. Það er bara jákvæð. Það er já, þú máttu bara setja á stopp. Þetta er sælisinn. Það er